Sælverði, Ólafur Jónsson heiti ég, Óli Ufsi, togaraskipstjóri og kvótaandstæðingur. Við erum hérna núna í eina fallegu görðunum hérna í Las Palmas. Þeir eru nýbúnir að slá. Hér ilmar alltaf nýsleiknu grasi. En á hinn bóginn búið að vera svolítið kalt hjá okkur. Og það verðist ekkert lát á því, rigndi allan daginn í gær. Kalt en aðeins þurrara í dag. Það voru 2 greinar í blaði í gær sem vöktu athygli mína og gaman að því að segja fallega jólasögu af manni sem hefur undanfarin 3 ár safnað fé fyrir þá sem ekki hafa peninga fyrir jólin. Og hann sagði frá því að núna hann að safna fyrir fólk sem hefur orðið fyrir fjárútlátum vegna veikinda. Og af sérstökum ástæðum þá skar í augu saga ungan mann sem var í peningavandræðum með fjölskyldu sína eftir að hafa greinst með krabbamein og borgað 146.000 krónur bara fyrir rannsóknirnar. Þannig vill til að hér í Las Palmas maður sem að berjast við krabbamein og búinn að gera það í minnst að kosti hálft ár. Hann hefur ekki haft neitt kostnað. Það Íslendingur, hann skráður hér og vinnur hér og borgar sína skatta hér. Hann hefur ekki borgað 1 júru fyrir læknismeðferðina. Á meðan á Íslandi fólk rúið inn að skinninu eða veikist. Og af hverju ég svo að nefna þetta núna? Af því að önnur frétt kom eftir þessa fallegu jólasögu. Og hún beinist eiginlega allri þjóðinni. Því að gerð var skoðanakönnun fylgi flokkana. Og þar kom Sjálfstæðisflokkurinn með 29%. Sjálfstæðisflokkurinn ber ábyrgð á því að það ekki lengur hægt að hafa fría sjúkrahúsþjónustu á Íslandi. Sjálfstæðismaðurinn einhver stærsti sökudólkurinn í því. Og svo sá ég að Samfylkingin, hún fikk eitthvað 16%, næststærsti flokkurinn. Hún samsek í því að viðhalda kvótakerfinu. Þetta allt kvótakerfinu að kenna. Fyrir kvótakerfið þá var allt frítt. Allt. Öll læknisþjónusta fyrir utan tannlækningar. Og var byrjað þá að ræða tannlækningar og til dæmis börn voru komin þá í að hafa fría tannlækningar. Það sem ég að reyna að segja ykkur, við erum að ljá fylgi okkar við flokka sem eru vísvitandi að halda vörð einokun auðlindarinnar á okkar kostnað.
Þetta eru tvær misjafnlega ljótar eða fallegar jólasögur. En ef við breytum þeim ekki, þá verða þær ekkert fallegri. Við verðum að hætta að kjósa þá sem ganga erinda kvótahirðarinnar. Þriðji stærsti flokkurinn var Björt framtíð. Ég held að það sé líka bara Björt framtíð kvótahafana. Þeir hafa lýst því yfir. Þeir eru í mjög góðu sambandi við þá. Við eigum ekki að hafa neitt samband við þá, við eigum að henda þeim út. Við eigum að taka af þeim kvótan. Við eigum að hætta með kvóta og taka sóknarmark með allan fisk á markað eins og við höfðum fyrir kvótakerfið. Þegar við borguðum með sköttunum okkar fyrir fólk sem þurfti í nauð að sækja sjúkrahúsin. Við erum eina þjóðin í Evrópu, þá Vestur-Evrópu, sem ekki er með fría sjúkrahúsþjónustu. Meiri sé Spánn er fremri en við. Við verðum að breyta þessu. Fyrr fæ ég ekki jól í hjarta mínu en að fólk samþykki að breyta þessu. Takk fyrir í dag. Sjáumst aftur á morgun.